Velkomin hérna í Smáralindina og bara kæra þakki fyrir að gefa ykkur tíma til að koma hérna og fylgjast með félaginu. Nú við birtum uppgjör í gær eftir lokun markaða og það er fyrri helmingur rekstrarársins hjá okkur sem er frá 1. mars og til loka ágúst. Og ég ætlaði að fara yfir svona helstu niðurstöður í þessu uppgjöri. En hagnaðurinn á tímabilinu var 1721 milljón eða 2,9% af veltu félagsins. Hagnaður á hlut 1,42 krónur. Velta félagsins var 59,5 milljarðar, framleiðin 22%. EBITDA á tímabilinu 4.523 milljónir. Heildar eignir í lok tímabilsins 60 milljarðar 31 milljón. Nú við erum með handbært fé í lok tímabils upp á 2.759 milljónir. Eigið fé upp á 23,8 milljarða og eigin fjárhlutfalli var 39,7%. Nú við erum að birta núna hálfsársuppgjör sem er töluvert breytt frá síðasta ári og það eru svona í fyrsta lagi auðvitað Olís og TKV komið inn í samstæðuna frá og með 1. desember síðastliðnum. Og í öðru lagi þá er nýji leigustaðallinn IFRS 16 að hafa umtalsverð áhrif á bæði reksturinn og efnahaginn, þannig að samanburðartölur eru erfiðar, á ekki að nota það orð í þessu. Þannig að og ég hef fullan skilning á því að þegar reikningurinn er birtur eins og hann er og með þessum breytingum að þá þarf að rýna í tölur og við erum með rekstrar yfirlitið í lok kynningarinnar sem að ég mun bara, það er bara birtist á efnu hjá okkur, þar sem við tökum þessa svona helstu liði út, þar sem að staðallinn er tekin frá. En við erum að horfa á það á þessum fyrstu 6 mánuðum að þá er EBITDA að vaxa 1.036 milljónir. Bara út af staðlinum. Afskriftir eru að aukast 777 milljónir og við erum með fjármagnsgjöld upp á 236 milljónir. Niðurstaðan úr þessu uppgjöri að hún breytir ekki okkar áætlunum fyrir árið í heild, þannig að útgefin áætlun hún stendur ennþá. Nú rétt áður ég fer í reksturinn að þá er hér mynd af nýrri tekjueiningu Vík í Mýrdal sem við opnuðum bara núna fyrr í október og er eitt af þessum verkefnum þar sem við erum að ná tilbaka því sem við þurftum að selja frá okkur. Nú rekstrarreikningurinn eins og áður sagði, við erum með veltu þarna upp á 59.504 milljónir, framleið upp á 13.102 milljónir eða 22% af sölutekjum. Þetta er lækkun frá því sem var í gömlu högum, ef við segjum svo. Við erum með Olís sem að kemur inn. Við erum líka með meðaltalsbreytingu á krónunni. Hún hefur veikst í okkar innkaupamyndum 11,1% á milli ára sem að hefur haft áhrif á framleiðina. Síðan erum við með samdrátt í ákveðnum atvinnugreinum. Þannig að það er aðhald víða og við sjáum í rauninni að það er aukin samkeppni. Bæði verðstríð á bensínmarkaði fyrr á árinu sem var mikið og ekki síður er aukin samkeppni á dagvörumarkaði þar sem að framleiðin höggið í framleiðina, getum við sagt. Nú við erum með aðra rekstratekjur þarna sem eru 264 milljónir, laun og tengd gjöld upp á 6.023 milljónir. Annan rekstrakostnað upp á 2.820 milljónir, þannig að EBITDA félagsins á tímabilinu er 4.523 milljónir eða 7,6%. Þarna hefur leigustaðallinn áhrif, ef við tækjum hann út að þá væri þetta 5,9% í samanburði við síðasta ár. Afskriftirnar 1.869 milljónir, við erum með hrein fjármagnsgjöld upp á 615, áhrif hlutdeildarfélaga 90 milljónir, hagnað fyrir tekjuskatt upp á 2.129 milljónir, tekjuskattinn 408, þannig að hagnaður eftir skatta er 1.721 milljón króna.
Nú í starfsþáttayfirlitinu þar kemur fram að verslanirnar og vöruhúsin eru með sölutekjur þarna upp á 39,2 milljarða, Olís upp á 20,3. EBITDA verslana og vöruhús er 2.276 milljónir, Olís 1211 og síðan koma þarna áhrif staðalsins til hliðar, aukningin á EBITinu upp á 1.036, aukning afskrifta og aukning á fjármagnsgjöldum. Nú, efnahagsreikningurinn, hann er að stækka á milli 9 og 10 milljarða við það að leigustaðallinn komi inn, þannig að hann hefur áhrif til stækkunar. Við erum með fastafjármuni þarna upp á 44 milljarða, 640 milljónir, veltufjármuni upp á 15,4 milljarða tæpa, þannig að eignirnar samtals 60 milljarðar, 31 milljón, eigið fé upp á 23,8 milljarða, við erum með langtímaskuldir upp á 15,7, vaxtaberandi skammtímaskuldir upp á 7 milljarða 37 milljónir sem að voru endurfjármagnaðar núna í október. Við erum með aðra skammtímaskuldir upp á 13 milljarða 466 milljónir, þannig að heildarskuldir eru 36,2 milljarðar og eigið fé og skuldir samtals eru 60 milljarðar 31 milljón. Nú, breytingin á efnahagsreikningnum, hún er þó nokkur frá þessum tímapunkti vegna endurfjármögnunar og Steingrímur mun koma hérna á eftir og fara aðeins yfir skuldabréfaútboðið og eins svona hvernig reikningurinn lítur út miðað við stöðuna í dag því að við teljum hann ekki gefa rétta mynd eftir þessar breytingar. Nú, sjóðstreymið, við erum með handbært fé frá rekstri á tímabilinu upp á 7 milljarða 409 milljónir, fjárfestingarhreyfingar upp á 1498 milljónir, fjármögnunarhreyfingar upp á 3 milljarða 888 milljónir, þannig að við erum með hækkun á handbæru fé upp á 2 milljarða 23 milljónir á tímabilinu. Í upphafi vorum við 736 milljónir og í lokin 2 milljarða 759 milljónir. Þarna hefur áhrif samningur greiðslukortin, þar sem við erum að fá fyrr inn peningana. Við vorum að fá einu sinni í mánuði en erum að fá núna daglega. Og það skýrir þetta að hluta, en síðan er staðallinn að hafa áhrif á þessar tölur og það bólna ýmsar tölur með þessu nýja leigustaðli. Hér er þetta í myndrænt og það er í sjálfu sér bara, svo ég fari yfir það, í fjármögnunarhreyfingunum og þar erum við með arðgreiðslu upp á 1159 milljónir og endurkaup upp á 464 milljónir sem eru hluti af þessum fjármögnunarhreyfingum hjá okkur. Nú, eiginfjáryfirlitið að í upphafi árs erum við með 24,2 milljarða í eigið fé. Það er einskiptisfærsla út af upptöku leigustaðalsins sem er 554 milljónir til lækkunar á eigin fé. Við erum með endurkaupin upp á 464 milljónir, hagnað tímabilsins upp á 1721 milljón, arðgreiðsluna upp á 1159 milljónir, þannig að í lok tímabilsins erum við með eigið fé þarna upp á 23,8 milljarða. Nú, eiginfjárhlutfalli lækkar, fer þarna á milli ára úr 47,7% í 39,7%. Eins og ég nefndi að þá er efnahagsreikningurinn að stækka á milli 9 og 10 milljarða við upptöku staðalsins sem hefur áhrif á hlutfallið og lækkunin á eigið fé upp á hálfan milljarð hefur líka áhrif á eigið fé á milli tímabila. Þannig að við erum með þarna 39,7% í lok tímabilsins og 23,8 milljarða í eigið fé. Arðsemi eiginfjár 10,8% á tímabilinu var 11%. Hefur farið niður en við hérna horfum á þessa tölu til framtíðar og viljum laga hana. Nú, það er veruleg söluaukning hjá okkur á milli ára og það auðvitað skýrist að stærstum hluta af innkomu Olís og DGVF inn í samstæðuna. En það er sölutekjur á fyrstu 6 mánuðunum 59,5 milljarðar. En það er ánægilegt líka að segja frá því að við erum með söluaukningu bæði í bónus og hagkaup þrátt fyrir það að það séu færri verslanir og það er söluaukning örlítið líka í Olís þrátt fyrir það að hafa farið
5 stöðvar út við sáttina og síðan auðvitað samanburðartölurinn á EBITDA hlutfallinu að þær eru ekki samanburðarhæfar á milli ára. Það er í rauninni 5,9% miðað við fyrstu 6 mánuðina, miðað við sömu reiknireglu og við vorum að nota árið á undan. Nettó vaxtaberandi skuldir félagsins í lok ágúst 8.754 milljónir eða 1,32 sinnum EBITDA félagsins og við teljum okkur vera með sterkan efnahag og tilbúin í þau verkefni sem eru framundan hjá okkur. Framleiðin 22%, þar eru, eins og ég nefndi áðan, við erum að horfa á ólís koma inn sem lækkar þetta að hluta. Við erum líka að horfa á veikingu krónunnar sem var, eins og ég nefndi, 11,1% á milli tímabila hjá okkur. Aukna samkeppni og alveg ljóst að þær verðhækkanir sem við erum að fá inn til okkar, að þær eru ekki að skila sér út í verðlaginu. Þannig að okkar viðskiptavinir eru að njóta betra verðs hjá okkur á þessu tímabili og það kannski sýnir sig að það skila sér í sölu aukningu líka. Kostnaðar hlutföllin, þar er staðallinn líka að hafa áhrif. Reyndar erum við með launahlutfallið úr 10,6 í 10,1 sem við erum ánægð með að ná niður. Hins vegar er annar kostnaður 4,7% á móti 7,6 árið undan og það er ekki samanburðarhæft. En ef við tökum áhrif staðalsins út að þá erum við að horfa á 16,6% kostnaðarhlutfall í ár á móti 18,2 árið undan. Þannig að það er að fara niður, framleiðin er að fara niður en kostnaðarhlutfallið er líka að fara niður. Í dag erum við með 3 sérvöruverslanir í rekstri. Við erum með 41 óbíðstöð og þar tel ég með þessa nýju stöð í Vík í Mýrdal sem opnaði núna í október. Við erum með 28 þjónustustöðvar ólís í rekstri og síðan 41 dagvöruverslun. Reykjavíkur apótek, það var gengið frá kaupunum í byrjun september, þannig að Reykjavíkur apótek kemur þá inn í okkar rekstur á 3. ársfjórðungi. Við erum að vinna núna að opnun fyrsta apóteksins inn í Skeifu og erum að vænta þess að ná að opna það núna fyrir áramótin. Þannig að þetta verkefni er komið á stað hjá okkur og við horfum á þetta sem tækifæri til framtíðar. Ég ætlaði aðeins að fara yfir þróunarverkefni hjá okkur og kannski stærstu fjárfestinguna. En það kom fram í tilkynningu frá okkur í sumar að við erum búin að skila inn fullmótuðum tillögum til samninganefndar Reykjavíkurborgar forgangsröðun okkar varðandi breytta lóðanotkun. Þetta var í rauninni í framhaldi af útspili borgarinnar breytta stefnu þar sem er þrengt að olíufélögunum og við vorum búin að vinna grunnvinnu í þessu áður þannig að við vorum tilbúin með þessar tillögur fyrst allra félaga og tillögurnar eru í fullu samræmi við stefnu borgarinnar hvort sem það er í fækkun bensínstöðva, þéttingu byggðar eða það sem þeir kalla kaupmanninn á horninu sem að þýðir í rauninni verslun sem er innan við 1000 fermetrar að stærð. Og fólki gert kleift að nálgast verslunina með því að ganga frekar en að fara á bíl. Við erum með í okkar tillögum verslunarhúsnæði, íbúðarhúsnæði og orkusölu eða bensíndælur fyrir utan verslanir á þeim lóðum sem við höfum sett í forgang. Stærsta verkefnið sem við höfum kynnt er Stekkjabakkaverkefnið. Þar gera okkar tillögur ráð fyrir 700 eða alltaf 720 íbúðum og síðan 3500 fermetra undir verslun og þjónustu. Og við sjáum fyrir okkar rekstur á þessu svæði verði annars vegar bónusbúð og hins vegar orkusala á vegum Ólís. Við erum önnur tillagan sem við lögðum fram er Fjallkonuvegur í Grafarvogi. Þar er Ólísstöð í dag. Þar sjáum við fyrir okkur verslun sem er þá innan við 1000 fermetrar að stærð
íbúðir fyrir ofan og þetta svipað og í Skipholti, þar sem við erum íbúðir fyrir ofan okkar verslun. Og síðan erum við með orkusölu á lóðinni. Hún er hérna með. Nú, Skúlagata er þriðja staðsetningin sem við leggjum áherslu á. Þar erum við að horfa á verslun sem er innan við 1000 fermetrar og orkusölu á lóðinni. Og við höfum fundið fyrir miklum þrýstingi frá viðskiptavinum og íbúðum á þessu svæði eftir að við lokuðum Hallveigarstíg að Bónus komi á þetta svæði og við teljum að þessi staðsetning sé vel til þess fallin að leysa þann þátt. Síðan er rekstur óbjörnstöðvar á horni Egilsgötu og Snorrabrautar. Þar gerum við ráð fyrir og höfum skilað inn tillögu sem að gera ráð fyrir verslun sem er þá innan við 1000 fermetrar og íbúðabyggð alltaf 40 íbúðum. Þannig að þarna er ekki gert ráð fyrir orkusölu en við gerum ráð fyrir verslun og íbúðum á þessum stað. Nú, 5. tillagan snýr að ánanaustum sem við höfum skilað inn en hún gerir líka ráð fyrir verslun og orkusölu þar. Og ég er ekki með mynd af þeirri tillögu hér. Nú, stærsta fjárfestingaverkefnið okkar á þessu ári er bygging á kæli- og frystuvöruhúsi. Það er 4100 fermetrar. Áætlaður kostnaður við fasteignina er 1600 milljónir króna og við gerum ráð fyrir því að eftir það bil ár að þá verði þessi bygging komin í full not hjá okkur. Nú, Steingrímur ætlar núna að taka við, hann ætlar að fara yfir skuldabréfaútboðið, fjármögnun félagsins og efnahaginn eins og hann lítur út og aðeins í sambandi við samrunaverkefnin líka. Já, komið sæl. Eins og kannski hefur komið fram þá hefur félagið undanfarna mánuði unnið að endurfjármögnun á skuldum sínum og það verkefni hefur fyrst og fremst snúist að endurfjármagna skuldir móðurfélagsins Haga og þetta kláraðist hjá okkur núna í október og í byrjun október þá greiddu við í raun upp allar vaxtaverðandi skuldir móðurfélagsins sem voru að tæplega 7 milljarðar og þetta var fjármagnað að fullu leyti með 2 skuldabréfaflokkum sem voru gefnir út og seldir. Í fyrsta lagi þá gáfum við út verðtryggðan flokk til 10 ára að fjárhæð 5,5 milljarðar. Hann er með 30 ára uppgreiðsluferli og tryggður með veðum í svona eignum sem við köllum og flokkum sem lykileignir Haga. Flokkurinn er stækkanlegur í alltaf 15 milljarða og ber fasta 2,8% vexti og seldur á pari. Í framhaldinu var síðan gefinn út óverðtryggður flokkur sem er styttri, hann er til 2 ára. Þar eru greiddir vextir ársfjórðungslega og 1 gjalddagi höfuðstóls í lok. Þessi flokkur ber 4,65% fasta vexti og var einnig seldur á pari. Á móti þessum flokki erum við með veð í þessu köllu þróunareignir félagsins sem eru til að mynda Stekkjabakkinn, Klettagarðar og lóð sem við eigum á Tjarnarvöllum í Hafnarfirði. Samhliða þessari vinnu þá höfum við tryggt félaginu lánalínu til 2 ára og þær eru í fyrsta lagi að fjárhæð 4,5 milljarðar í krónum og svo erum við með dollaralínu upp á 12,5 milljónir dollara sem er hugsuð sem fjármögnun á birgðum og dollaratengdum eignum Olís og eru nú vistaðir í Olís. Báðir flokkarnir bera í raun og veru sömu fjárhagslegu skilyrði sem helst eru það að vaxtatekja skal ekki vera lægra en 2 og eiginfjárhagshlutur má ekki vera lægra en 25%. Við þurfum síðan að staðfesta þessi fjárhagslegu skilyrði við birtingu ársreiknings og hálfsársuppgjörs. Reiknireglan er sú að við útreikning fjárhagslegra skilyrða þá miðum við punktstöðu efnahagsreiknings á uppgjörsdegi og EBITDA er þá síðustu 12 mánuðir. Niðurstaða útreiknings fjárhagslegra skilyrða sem við munum birta þá núna í framhaldi af birtingu þessa uppgjörs er að vaxtatekjan er 6,51 og eiginfjárhlutfallið er 39,7. Þannig að félagið er vel yfir þeim skilyrðum sem því voru sett í útboðinu.
Áhrif á efnahagsreikning félagsins eru kannski helst þau að það sem þetta gerir hjá okkur að við færum í raun og veru obbana vaxtaverði skammtímaskuldum upp í langtímalán og veltuhlutfall félagsins fer úr 0,75 í 1,19 og þarna þetta reiknað út miðað við það að endurfjármögnun hefði átt sér stað 31. ágúst, þannig að þið sjáum í raun og veru beint áhrifin á efnahaginn sem við erum að birta núna. Hann stækkar örlítið vegna þess að við erum að endurfjármagna örlítið hærri fjárhæð heldur en við skulduðum en eiginfjárhlutfallið fer þó inn í 38,9% og eins og ég sagði áður þá stærsta breytingin sú að vaxtaverði skammtímaskuldir lækka úr 7 milljörðum í réttum 400 milljónir. Og 400 milljónir eru þá í raun og veru bara næsta árs afborgun af langtímaskuldum félagsins sem eru skuldabréfaútboðið og langtímalán sem að önnur langtímalán við þá lánastofnanir. Vaxtaverði skuldir eftir endurfjármögnun og enn og aftur miðað við skuldir 31.8. eru þá að ef við tökum leiguskuldina með sem vaxtaverði skuld þá eru netto vaxtaverði skuldir 18,5 milljarðar en án leiguskuldar 8,7 milljarðar. Samsetning lána félagsins eftir endurfjármögnunina, hún þó sirka svona. Við erum með 4,7 milljarða við lánastofnanir og þar erum við að endurgreiða lán á 4,5 til 17 árum. Við erum með verðtryggt skuldabréfaútboð sem við greiðum tilbaka á 10 árum, óverðtryggt skuldabréfaútboð á 2 árum. Þannig að samtals útistandandi lán eru þá 12,7 milljarðar. Til viðbótar eigum við ónýttar lánaheimildir upp á rétt 6 milljarða, þannig að heildarlán og ónýttar lánaheimildir miðað við stöðuna 31.8. eru þarna rétt 18,7 milljarðar og að auki þá skuldabréfaflokkurinn, verðtryggði skuldabréfaflokkurinn stækkanlegur í alltaf 15 milljarða. Þannig að við í raun og veru teljum að með þessu móti þá sé félagið mjög vel fjármagnað eins og það í dag og þá með í pípunum fjármögnunar leiðir kjósi félagið að fara í frekari fjárfestingar. Aðeins í lokin varðandi samrunaverkefni, svona í kringum þann tímapunkt þegar sameining Olís og Haga gekk í gegn, þá gaf félagið út markmið samlegð með samrunanum og það var gefið út að markmiðið var að ná 600 milljónum króna. Þau verkefni sem við höfum kannski helst verið að vinna í eru verkefni tengt starfsmannamálum og skipulagi, sama skapið þá tengt húsnæðismálum og skipulagi. Við erum búin að fara í gegnum samninga greiðslukortahirðingu. Það búið að fara í birgjasamninga og flutningasamninga og síðan auðvitað aðri minni kostnaðarliðir og metin staða á verkefnunum eins og það í dag 513,5 milljónir og þegar ég segi metin staða þá það annarkvort verkefni sem eru farin að tikka inn eða verkefni sem búið að ganga frá þannig að þau að byrja að tikka inn með samlegð. Við áætluðum að þetta myndi kosta okkur alltaf eina samlegð eða 600 milljónir að ná þessum markmiðum og í dag, í lok ágúst, erum við búin að fjárfesta 273 milljónum tengt þessum verkefnum. Og stærstu samlega fjárhæðirnar, þær tengjast þessum 2 mestu liðum sem þó í raun og veru skipulagsmál, bæði varðandi starfsmannamál og húsnæðismál. Þetta eru hluti sem við förum kannski að sjá í bókunum hjá okkur að mestu leyti frá og með 1. október. Stórt skref í þessu það búið að sameina skrifstofur Hagkaups og Olís í Skútuvogi 5 og þetta gerist frá og með 1. október. Aðföng hafa jafnt og þétt verið að taka yfir innkaup og birgðahald Olís. Hluti af þessu kominn og hluti mun gerast þá og það sem eftir mun gerast þá með flutningi Lagas og Olís úr Súðavogi og þetta gerist í raun og veru samhliða því að við getum tekið í notkun nýtt kæli- og frystihús og eins og Finnur sagði áðan þá verið að horfa á þetta haustið 2020. Það búið til dæmis að endurskipuleggja upplýsingadeild félagsins í eina miðlæga deild og í dag erum við að vinna að undirbúningi á útboðum og tryggingum, fjarskiptamálum og upplýsingatæknimálum auk annarra minni verkefna. Þannig að ég held ég geti sagt að við séum nokkuð confident með það að við munum ná þessum 600 milljónum. Þetta var síðasta glæra mín. Ef þið eru með spurningar fyrir okkur, einhverjar?
Bara rétt. Við erum með hérna til upprifjunar fyrir ykkur bara breytingarnar sem voru út af sáttinni og síðan þarna fyrir neðan tafla sem bara tekur staðalinn út og þið kíkið á það í rólegheitum.